Og núna. Já. Nú byrjum við. Já, þá erum við mætt á bæjarstjórnarfund númer 567. Í dag er 5. mars 2026 og klukkan er rétt rúmlega 5. Mættir á fund er Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Hlynleifsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson og starfsmaðurfundarinn er Bryndís Ósk Jónsdóttir. Ósk eftir að taka inn eitt mál með afbrigði með heimild í 16. grein bæjarmálasamþykktar sem er númer 1 á dagskrá varðandi forkaupsrétt vegna sölu skipsins Leynis IS-16. Þið megið gefa mér merki eða samþykkið það. Það er samþykkt. Samhljóða. Ábyrja á fyrsta máli. Leynir IS-16 skipaskrárnúmer 2325 forkaupsréttur til að frá 1360 á öðrum fundi bæjarráðs. Fundur var haldinn 5. mars 2026 að bæjarstjórn samþykkja hafna forkaupsrétt að skipinu Leyni IS-16 að fjárhæð 55 milljónir. Orðið er laust undir þessu lið. Gjör svo til mig. Var sveinu? Já. Já, forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Hér til umfjöllunar þessi forkaupsréttur sem byggir á lagastoð stjórn fiskveiða. Við fáum ekki margar svona mörg svona skeyti og raunar teljum við að myndi ég halda að við ættum að fá talsvert fleiri skeyti en þess að bátar ganga kaupum og sölum meira heldur en bara þessi og einhver einn annar sem hefur verið á þessu ári. Hér tefnir bát sem er án allra aflaheimilda og sveitarfélagið hefur enga forsend til þess að eiga, reka eða gera nokkuð annað við, þannig að ég mun styðja það að nýta ekki forkaupsrétt bæjarins á þessu skipi. Ég get skilið af hverju þessi lagaheimild kom inn á sínum tíma en engar forsendur eru til þess að ganga inn í þessu kaup núna. Takk fyrir. Þetta er fleiri sem vil taka til máls um þessu lið. Svo er ekki, þá ber ég þetta til atkvæði. Þeim megið gefa mér merki samþykkið tillöguna. Þetta er samþykkt samhljóða. Núna öðrum máli, það er þjónustusamningur Björgunarsveitar Sæbjörg til að frá 1360 fundi. Bæjarráðsfundur var haldinn 19. febrúar 2026 að bæjarstjórn samþykki þjónustusamning við Björgunarsveitar Sæbjörgu til 5 ára. Orðið er laust undir þessu lið og byrjum orðið ekki að tvær. Já, forseti og bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, ég ætla að fá víkjandi þessu lið. þar sem ég er bæði meðlimur og var stjórnin að handhaf við gerð þessu samnings. Þetta er þeir sem takit máls um þessu lið. Svo er ekki, þá megið merki hvort þið samþykki. Það er samþykkt samhljóða. Nú er það 3 mála dagskrá og loftslagsstefna Ísafjarðarbæjar til að frá 166 sjötta fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar en fundur var haldinn 20. febrúar 2026 að bæjarstjórn samþykki loftslagsstefnu Ísafjarðarbæjar og felli þar með og gildi umhverfisstefnu Ísafjarðarbæjar frá árinu 2017. Orðið laust undir þessu lið. Sigríður Júlía, er frægt. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér er lögð fram frá umhverfis- og framkvæmdanefnd loftslagsstefna, ný loftslagsstefna og sú fyrsta sem er gerð hér í Ísafjarðarbæ. Það vakti athygli mína og það voru viss vonbrigði þegar ég skoðaði hana að það er ekki aðgerðaáætlun með henni. Þar sem ég tel að til þess að stefna hafi eitthvað gildi þá er mikilvægt að aðgerðaáætlun sé fylgjandi og þess vegna legg ég fram hérna er ég með tillögu sem ég ætla bara að lesa hér upp og hún hljóðar svo bæjarstjóri leggur fram tillögu þess efnis að fresta afgreiðslu á loftslagsstefnu þar til aðgerðaáætlun hefur verið unnin. Með því er meiri trygging fyrir fjármögnun aðgerða og skýrara hvað sveitarfélagi ætlar að gera sem það byggir á loftslagsstefnunni. Það getur vel verið að fólk sé ósammála mér og eða
það verður líka bara ánægilegt að heyra hvað fólki finnst þetta. En annars þessi tillaga lögð fram. Þannig að þetta Gylfi að biðja orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Nú er það svo að það hefur orðið talsverð, ég var að segja, vindáttarbreyting í málefnum loftslagsmála síðustu 10 ár. Það var mjög mikill vöxtur í gerð loftslagsstefna svona milli 2015 til 2021-2 og mjög stórar og metnaðarfullar aðgerðir voru boðaðar þá. Svo hefur landslagið aðeins breyst pólitískt og ýmsum öðrum toga og mér sýnist að þessi stefna eins og hún er lögð fram hér beri svona þess merki að hér sé verið að reyna að setja svona frekar svona hófsama framkvæmanlega tillögu með almennum hætti. Ég held hins vegar að það séu, ég held að það sé ágætt að við rýnum þetta aðeins betur og förum betur yfir þetta. Ég held að það séu til dæmis gríðarlega mikil tækifæri í bæði endurheimt votlendis og skógrækt sem að mætti ávarpa með skýrari hætti í loftslagsstefnunni og ég held líka að það væri gagnlegt að fá betri nálgun á loftslagsbókhaldið sem að mér skilst að sé í vinnslu í tengslu við fyrirtæki sem heitir Klappir. Og það hefur verið til mikillar umfjöllunar á vettvangi Vestfjarðastofu og í loftslagsráði Vestfjarða og svo framvegis. Ég held að og svo tek ég undir það með Sigríði að það sé heppilegra að hafa aðgerðaáætlun með. Mér segir formaður nefndarinnar að þetta geti frestað loftslagsstefnunni fram yfir kosningar og þá kann það svo að vera og mér finnst það ekki vera stór mál í þessu samhengi. Við erum að tala verkefni sem að taka mörg ár og áratugi og þá er kannski bara alveg gott að gera það vel. Ég er ekki með þessu að meina að við ættum að taka öll skrefin sem að voru tekin í loftslagsstefnunum frá því í upphafi þessa áratugar. Þar sem að ég man nú til dæmis að ég var einu sinni fenginn af núverandi borgarstjóra Reykjavíkur sem þá var borgarfulltrúi til þess að gera matarstefnu fyrir Reykjavíkurborg þar sem að kjötneyslu voru settar miklar takmarkanir við lítinn áhuga þeirra sem að stefna náði til og ég held að við séum ekki kannski fara að endurtaka svoleiðis drakónískar tillögur en ég held að séum ýmislegt sem við getum gert í sveitarfélaginu til þess að koma með skýrara hætti til móts við loftslagssjónarmið. Þannig að ég styð tillögu bæjarstjóra að fresta afgreiðslu málsins. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls um þessu reyna í bæjarstjóra? Forseti bæjarfulltrúar. Mig langar að leyfa forseta að vitna hérna í heimasíðu loftslagsstefna.is fyrir sveitarfélög þar sem verið að ræða gerð loftslagsstefnu. Það segir beinlínis að tilgangur loftslagsstefnu sé að auðvelda sveitarfélögum að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi sínu og vera til fyrirmyndar með því að hafa bein og óbein áhrif á markmið og skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum. Stefnan skal innihalda vel skilgreind tíma og tölusett markmið samdrátt í losun gróðurhúsalofttegundum og kolefnisjöfnun sveitarfélaga ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð. Þannig ég finnst þetta bara góð tillaga hjá bæjarstjóra að við frestum þessari afgreiðslu, skoðum aðgerðaráætlun, setjum okkur markmið og vinnum út frá því þannig ég styð tillögu bæjarstjóra. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls um þessu lið? Svo ekki, þá ber ég fram frestistillögunnar Sigríðar. Já, nett. Og með gefum ekki. Og það samþykkt samhliða. Og þetta var fram og erum komin á 4. mál. Það er vegar með fjárhagsáætlun 2026, vegi 3, framkvæmdaáætlun, grafa, tillaga frá 1361. fundin bæjarráðsfundur var haldinn þann 27. febrúar 2026 að bæjarstjórn samþykki vega 3 með fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 vegna breytinga framkvæmdaáætlun
2026. Áhrif viðaukas á rekstrarstöðu samstöðu Ísafjarðarbæjar er 0 og áhrif viðaukas á sveitarsjóð A-hluta eru 0 krónur eða óbreytt afkoma í 274.600.000. Áhrif viðaukas á samantekkin A og B-hluta er 0 eða óbreytt afkoma í 586.600.000. Orðið laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið á með ekki merki samþykki til ára. Og það er samþykkt samhliða. Og 5. mál, reglur innritun og dvöl barna í leikskólum Ísafjarðarbæjar, tillaga frá 39. fundi skólaíþrótta- og tómstundanefndar sem var haldinn þann 16. febrúar 2026 að bæjarstjórn samþykki uppfærða reglur innritun og dvöl barna í leikskólum Ísafjarðarbæjar. Orðið laust undir þessu lið. Og þannig þegar málið ekki svo. Forseti bæjarfulltrúar, aðrir tilhærendur. Hér erum við smávægilega breytingu að ræða á reglum innritun og dvöl barna í leikskólum Ísafjarðarbæjar. Ákveðið að endurskoða þær núna í byrjun árs. Og þá erum við aðallega að tala gagnkvæminu uppsögn flesta dvalartíma sem við erum að gera smávægilega breytingar. Þannig að árítta bæði fyrir foreldrum og starfsfólki hvernig þessu er háttað. Einnig erum við að tala afslátt eða niðurfellingu gjalda ef að er óskað eftir því, þannig að reglurnar voru ekki nógu skýrar hvað það varðaði, þannig að við erum bara einhverjum því hvernig það er. Og aðalmálið er náttúrulega það að barnið með leikskólagjöld, það borgar það leikskólagjöld af því að leikskólarnir eru mannaðir frá dvalartíma barnanna. Þannig að það sé alveg skýrt að börn fá ekki niðurfellingu á leikskólaplássi á meðan þau eru endurskráð í leikskóla. Takk fyrir þetta. Er fleiri sem vil taka máls undir þessu lið? Svo er ekki, þá legg ég þetta fram til samþykktar með ekki merki. Og þetta er samþykkt samhliða. Og 7. mál dagskrá endurskoða reglur skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Ísafjarðarbæjar. Tillaga frá 39. fundi skólaíþrótta- og tómstundanefndar sem var haldinn 16. febrúar 2026 að bæjarstjórn samþykki uppfæra reglur skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Ísafjarðarbæjar. Orðið laust undir þessu lið og þannig að beðum orðið gjörðu vel. Forseti bæjarfulltrúar gerir líka verið að gera smávægilega breytingar á reglum til þess að bara skerpa á hlutunum. Það er að skerpa á því hvað er hverfisskóli og hvernig er valið inn í skóla ef að börn eða foreldrar óska eftir flutningi í skóla sem er ekki hverfisskóli þeirra. Það er líka verið að setja niður dagsetningar hvenær umsóknir þurfa að hafa borist skólum og hvað skólarnir hafa langan tíma til þess að bregðast við umsókn skólavist í öðrum skólum heldur en í hverfisskóla. Þetta er aðalega gert af því að grunnskólinn á Ísafirði er orðinn mjög þéttsetinn. Þar erum við komið með fleiri börn heldur en hann er eiginlega sprungin. Ég held að við séum með 10 fleiri börn heldur en svona gerir ráð fyrir að sé í skólanum. Og við erum að skerpa á þessum reglum til þess að skólastjórnendur hafi þá tækifæri til þess að skipuleggja sig fram í tímann og þurfa ekki að bregðast við leið og umsóknir berast. Þetta fleiri sem vil taka til máls undir þessu lið, Sigríður Júlía, svar. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég fagna því að þessar reglur séu þetta og það er alveg ljóst að einmitt þessi færsla barna á milli hverfisskóla, þetta er áskorun og hefur einmitt sýnt sig að við erum einmitt í vandræðum með grunnskólann á Ísafirði, að hann er offsetinn og hann er í rauninni, ég þarf neðsynlega að leiðrétta aðeins manni því að skólinn er gerður fyrir minni með 340 nemendur en það eru 410 nemendur í skólanum. Þannig að það er svona, en þarna kristallast þessi vandi sem við erum í og það snýr ekki bara að nemendum, það snýr líka að starfsfólki og aðstöðu starfsfólks.
og ég fagna því að það séu skýrar reglur þetta, en það er líka spurning sko, hvort við viljum ekki líka kannski hvetja fólk til þess að fara í hinn áttina. Say no more. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, ég undir það. Já, var orðið þá laust? Einhver vill? Þá hérna byrja þetta upp til atkvæða með gefumætti. Og til samþykkt samhliða. Og fundargerð til kynningar. 7. mál bæjarráð lögð fram til kynningar fundargerð 1360. fundar. Bæjarráð sem fundur var haldinn 19. febrúar 2026 og fundargerðin er í 11 liðum. Og orðið er laust undir þessa fundargerð. Og enginn er beðið um orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar. 8. mál bæjarráð lögð fram til kynningar fundargerð 1361. fundar bæjarráð sem fundur var haldinn 27. febrúar 2026 og fundargerðin er í 5 liðum. Orðið er laust undir þessu lið og Gylfi er beðið um orðið ekki flögg. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil vekja athygli fundargerðar lesenda á fyrsta lið þessarar fundargerðar sem var samantekt sem var gerð að ósk bæjarfulltrúa vegna misræmis á milli rauntalna og áætlunar í framkvæmdum, einkum á höfninni en einnig hjá bænum sjálfum. Við uppgjör þá kom í ljós að munurinn var ekki jafn mikill og við óttuðumst, en þó talsverður, hann var 100 milljónir sem að skýrðist að mestu á 3 liðum sem að voru þá malbyggun, móttökuhús og eitthvað eitt í viðbót sem að minnið svíkum við með. En það var frestur ríkisins á framkvæmdum á Þingeyri á höfninni. En það eru ástæðan fyrir þessu, þetta varð svo ástæðan fyrir því að við skutum aðeins yfir markið með viljandi í framkvæmdaáætlun 2027 og ég held að það sé nú engin óveðurský á lofti þar, en það var bara mjög gott að fá þetta og þetta sýnir líka hvað þessi rekstur er kvikur, hvað það getur litið út illa á einhverjum tímapunkti en svo er þetta reddað á síðustu metrunum. Það er líka mjög gagnlegt ef að sveitarfélagið er með svona kannski tækjakaup á lista sem hægt er að grípa til ef að verkefni sem búið er áætlað fyrir bregðast svo hægt sé að færa til milli ára. Þetta er svona það sem að mér finnst markverðast af þessum fundargerðum tveimur frá bæjarráði. Takk fyrir þetta, fleiri sem vil taka til máls þessu lið. Svo já, og Sigríður, þú gleymir svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, það er þetta ársfjórðungsuppgjör og þessi niðurstaða að þetta leit kom aðeins, við gerðum meira en við héldum að það stefndi í á síðasta ári, að þetta heldur mann á tánum, en einmitt mjög mikið af þeim verkefnum sem að við sáum eftir 3 fyrstu ársfjórðunguna var búið að vinna, það var þannig að það voru nokkuð verkefni sem voru á áætlun, seinkaði, hófust, þess vegna dróst þetta svona fram í veturinn. En það er líka alveg ástæða til þess að nefna að skoða það með vorinu, kannski loka apríl, byrjun maí, að fara yfir þessar framkvæmda áætlanir og sjá hvort það sé einhver teikn á lofti með að við getum fært eitthvað á milli. Og þá erum við svolítið að horfa á eins og til dæmis gámaplanið á Suðurþanga, að klára það alveg. Bara vildi nefna þetta hér. Takk fyrir þetta, fleiri sem vil taka til máls þessu lið. Svo ekki, þá er þetta lagt fram til kynningar. Í 9. mál, það er nefnt framtíðarhúsnæði leik- og grunnskóla í Skutulsfirði. Lögð fram til kynningar fundargerð nefndar framtíðarhúsnæði leik- og grunnskóla í Skutulsfirði. Fundur var haldinn 18. febrúar 2026 og fundargerðin er í 1 lið. Orðið er laust undir þessar fundargerð og Sigríður Júlía beðið um orðið.
Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, hér er mjög birtingarkennd fundargerð þar sem að nefndin fékk það leyfi að koma með alls konar hugmyndir og hún aldeilis gerði það þarna þar sem hún leggur hreinlega til að það verði farið að byggja skóla inn í Tunguberi. Það er sem mjög vel skilgreint þarna í bóku nefndarinnar. Mér langar til þess að ítreka að nefndin hefur ekki lokið störfum og við eigum von á því að það verði svona meiri fókus á miðbæinn og Eyrina í lokaskýrslum. Ég vil bara nefna það hér og það komi ekki neitt sérstaklega vel fram í þessari fundargerð eða bara ekki. Og, já, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Jóhann, þið er ekki að byrja með Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Aðeins að koma inn á þennan ágæta fundera. Það kemur hérna fram bókunefndarinnar. Kemur hér, já. Þá leggur nefndin til að gert verði ráð fyrir nýjum leikskóla og grunnskóla í Tunguhverfi og öðrum áfanga í nýju skipulagi til framtíðar. Þetta náttúrulega setur skipulagsferlið í uppnám. Ég tók svona til gamans grunnskólan á Þingeyri, lóðina og það. Þannig að þetta eru, lóðin með skólanum öllum svona 5.000 fermetrar. Svo maður tekur leikskólan með og þá stakkar þetta kannski upp í 7.000 fermetrar. Og til gaman sem maður tekur bara eina götu í núverandi Tunguhverfi, sko, fyrst áfanga, þá gæti ein gata með húsum beggja vegna verið svona 10.000 fermetrar. Þannig að við erum að raun og veru að taka, myndi ég svona giska á, svona 1/5 af íbúðum í nýja hverfinu við að gera ráð fyrir þessu. Og þannig að ef að það er vilji bæjarfulltrúa að gera þetta, þá legg ég til að við stöldrum við í skipulagsvinnunni og komum sér fyrir. Ég er ekki sannfærður að það sé gott að hafa nýjan skóla, annan skóla þar og vera þá með 5 skóla í Ísafjarðarbæ. Ég er ekki sannfærður. Og ég er ekki sannfærður heldur leikskólann. Takk fyrir þetta. Þá er Gylfi fyrir Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil leggja hér aðeins orð í belg þessa fundargerð. Ég hef haft þá sýn í þessu máli að heppilegast sé að stækka grunnskólann á Ísafirði og að halda áfram að stækka leikskólann á 2. Það sem hafi verið kannski helsti flöskuhálsinn, helsta vandamáli núna allavega síðustu 2 ár hefur verið í raun hvað þeir eru litlir. Grunnskólinn á Ísafirði er prýðilegur, hann er með hann er náttúrulega margviðbyggður en hann er með fína skólalóð, vel staðsettur með frábæra kennslusundlu og kennsluíþróttahús við hliðina. Ég held að það hafi verið óráð að opna nýjan grunnskóla inn í Firði, jafnvel þó að ítrustu fólksfjölda spár gengju eftir. Nær væri að halda áfram að stækka og jafnvel ganga þá í róttækari framkvæmdir bæði við stækkun eða við endurnýtingu á því húsnæði sem að fyrir eftir atvikum með því að taka Austurvöll undir. Sem að geti jafnvel verið staður fyrir heita potta líka. Og hvað varðar leikskólana þá eru þeir báðir með stækkunarmöguleika. Hann er búið að stækka Eyrarskóla að minnsta kosti einu sinni núna á síðustu árum. Ég hef ekki flettið upp hvort hann hafi verið þessar 3 einingar alveg frá því að hann var byggður en ég held að það væri hægt að stækka hann með frekar einföldum hætti
í eina átt í viðbót þá að vísu þyrfti að færa hérna veg og jafnvel að takmarka aðeins aðkomu að gamla sjúkrahúsinu. Ég held að það væri bara ágætt. Það myndi það eru landslagsarkitektar sem geta fundið góða lausn á því. Sólborg er hægt að stækka í báðar áttir með því að færa bílastæði og stækka lóðina. Það er núna deiliskipulagsvinna á Torfnesi sem gerir ráð fyrir að breyta bæði skólalóðinni og jafnvel breyta byggingarreitnum. Ég svo sem óska eftir því að byggingarreitunum verði stækkaðar enn frekar heldur en í auglýstri tillögu. Þannig að mínar hugmyndir snúa allar að því að stækka núverandi skólahúsnæði og halda okkur áfram á þeirri braut sem við höfum verið með áfanga 2 í Tungustöðinni. Ég vil eins og bara þakka nefndinni fyrir góð störf. Hún mun halda núna áfram og ég hef þá allavega komið minni skoðun og framfæri inn í þetta. Hún er sjálfsögðu frjáls að sínum skoðunum og ég er opinn fyrir öllum hugmyndum hvernig sem að þær kunna vera og hlakka til að sjá framhaldið. Takk fyrir þetta. Orðið er endalaust. Kristín, beðum var ykkur svar. Já, forseti, ég vakti nú máls á þessari fundargerð utan fundar í bæjarráði fyrir cirka 2 vikum síðan. Þegar mér rak svona pínu í ráðastendin, það er svolítið vont að vera einhver sökakall en maður kemur að fagnefndum sem eru stofnaðar og maður samþykkir að stofna þegar kemur að þessu hlutum. Ég get svo sem alveg tekið undir það ef það á að byggja nýjan leikskóla þá geti það alveg átt heima einhvers staðar þarna inn í hverfi, hvað sem það er, en ég þarf ekkert endilega að vera sérstakur stuðningsaðili þess að byggja nýja leikskóla ef hægt er að stækka þá sem fyrir eru. Ég vil kannski bara svona setja ákveðið efni bæjarstjóra sem situr í þessari nefnd, allavega starfsmann eða situr í nefndinni þegar ekki, varðandi að ég skildi ekki þennan grunnskóla hluta þarna hvort að nefndin vildi hreinlega byggja nýjan grunnskóla þarna einn frá sem að mun kosta einhverja milljarða eða hvort að vill byggja bara yngri deild eða eldri deild. Öllum kostum finnst mér þetta hljóma einkennilega og ég myndi vilja setja svona ákveðnar spurningar hvort að það hafi í einni byggingu að samstarf kennara, til dæmis með forfallakennslu úr gagnfræðideild niður í barnadeild og miðstig, mun ekki skerðast með einhverju hætti, samstarf tónlistarskóla, íþróttamannvirkja, skólaliðar og ræsting og ýmislegt annað, hvernig nefndin sér þessa hluti fyrir sér í tvískiptu grunnskólahúsnæði. Þetta er svona eitt af fáum áhyggjum fyrir utan þá akstur í tónlistarskóla eða í íþróttamannvirki. Ég hreinlega sé þetta bara ekki ganga upp og ég verð bara að viðurkenna mér finnst þetta undarleg fundargerð. En þetta er svona mitt efni inn til næsta fundar sem svona spurningar sem að væri þá mögulegt að fá svör við frá nefndinni ef þetta er takk. Takk fyrir þetta. Orðið er endalaust þessari fundargerð. Og enginn er beðið orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar. 10. máli, það er skólaíþrótta- og tómstundanefnd sem lagt fram til kynningar fundargerð 39. fundar skólaíþrótta- og tómstundanefndar en fundur áhaldið 16. febrúar 2026. Fundargerðin er í 3 liðum og orðið er laust þessari fundargerð. Og enginn hefur beðið orðið, þetta lagt fram til kynningar. 11. mál, umhverfis- og framkvæmdanefnd lagt fram til kynningar fundargerð 167. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar en fundur var haldinn 25. febrúar 2026. Fundargerðin er í 4 liðum. Orðið er laust undir þessari fundargerð. Gylfi beðum á reikningsverk. Forseti bæjarfulltrúa og tilhönd, ég vil vekja sérstaklega athygli á 4. lið sem er svæðisskipulag vestfirskra sveitarfélaga. Það starf hefur gengið alveg glettilega vel á kjörtímabilinu og ég vil þakka fulltrúum Ísafjarðarbæjar sérstaklega fyrir aðkomu þeirra að þeirri vinnu. Það liggur núna fyrir að ég lesi þetta ekki öðruvísi heldur en að það liggur núna fyrir að það verði ekki hægt að afgreiða málið á þessu kjörtímabili með tilliti til þeirra vikna sem að þurfa að líða í öllum þessum skrefum. En það breytir ekki því að ég held að slítjandi
bæjarfulltrúar eigi að gaumgæfa þetta vel og nýta sér umsagnarfrestinn til þess að hafa áhrif á það hvernig þessi skipulagi verður svo komið fyrir í loka útfærslu. Það eru lærdómur sem maður dregur eftir því sem maður lesi þetta oftar og skoðar þetta betur og hugsa meira, og það eru einhverjar athugasemdir sem ekki athugasemdir, svona tillögur og ábendingar sem ég er farin að móta með mér sem ég mun leggja fram, en ég hvet bæjarfulltrúa til þess að gera hluti saman. Takk fyrir þetta. Er fleiri sem vilja taka til máls um þessu lið? Sigríður, Júlía, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að ræða fjórða lið og líka liðinn 2. En svo ég byrji bara á fjórða lið, af því að Gylfi var að velta fyrir sér afgreiðslunni á þessu og svoleiðis, og þá er það þannig að umsagnarfrestur hann rennur út 7. apríl og þá verða umsagnir og athugasemdir teknar saman og flokkaðar og nefndin mun svo funda í framhaldi og taka afstöðu til þeirra, hvort að hún telji það að vera efnislega breytingar sem þarf að gera eða ekki. Það má alveg halda í bjartsýnina að við verðum komið með þetta hér inn 7. maí. Það má alveg halda í þá bjartsýni og ég ætla allavega að mér langar til þess að geta samþykkt þetta á þessu kjörtímabili. Það yrði alveg mikill sigur fyrir okkur að ná að vinna svona stórt verkefni á þessum tíma og vera innan tímaramma. Það er alveg glæsilegt og ég hef sagt það áður. Síðan var það liður 2, varðandi númerslausa bíla. Ég ætla bara að fagna því að þetta sé komið loksins í eitthvað ferli og það er eitthvað að gerast. Málin er að þokast áfram. Þau búið að vera stöðnum, ég veit ekki hvað lengi, hvað mörg ár. Núna er fólk farið að tala saman milli stofnana og það er komið á eitthvað verklag og þannig að ég bara ætla að vera bjartsýn og vonast til þess að við erum bara laus við bílhræ sem eru út um allt. Takk fyrir. Þetta, orðið þetta lukt ekki við þeim árið til það. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil bara aðeins tala um samþykktarhraðann. Mér þætti það ekkert verri bragur á að fráfarandi bæjarstjórnir eða sveitarstjórnir í kringum Kjálkann myndu leggja fram skipulag í svona til þess að gera lokadrögum og að það yrði svo afgreitt eftir kosningar. Það væri þá ákveðin svona hliðstæða við stjórnarskrárbreytingar að kosningar séu á milli afgreiðslna og ég hef í öllu falli notað það í mínum málflutningi, til dæmis stöðu laxeldis, stöðu virkjanaframkvæmda og ýmissa annarra svona héraðspólitískra stórmála að þegar að samþykki liggur fyrir beggja vegna kosninga að þá sé einhugurinn skýrari. Ég skil alveg úr hvað átt Sigríður kemur með sitt og það var náttúrulega upprunalega markmið að þessu yrði lokið fyrir lok kjörtímabilsins, en ég held að þurfa ekki endilega að líta á það sem ósigur. Þetta er fleiri sem vilja taka til máls í þessu lið. Svo er ekki, það er þetta lagt fram til kynningar og fundadagskrá er tæmd. Fundi slitið 17:37.